Geirsdóttir, sem ætlar að fjalla samskipti og hvað þjónandi leiðsögn hugmyndafræði. Já, svo Takk. Já, ég heiti Brynja Geirsdóttir, ég er hjúkrunarfræðingur á Bjarnlundinni. Þannig það. Og ég ætla bara aðeins að fjalla samskipti. Þetta kemur í rauninni til vegna þess að þessi rýnivinna sem hefur verið farið í á spítalanum, hvað vantar í fræðslu og svoleiðis á spítalanum sýnir það að vantar fræðslu samskipti. Og ég ætla bara að kynna fyrir ykkur hugmyndafræði sem heitir þjóðandi leiðsögn og hvernig samskiptin eru svolítið og geta aðstoðað okkur í daglegri vinnu. Af því að rannsóknir sýna það líka að það getur haft góð áhrif og getur haft líka slæm áhrif ef samskiptin er ekki góð við sjúklinga. Þá getur það haft góð og hefur áhrif á útkomu sjúklinga á hvernig þeir upplifa bæði veru sína hér og svo bara og baka. Þannig að og það eru rannsóknir sýna að jákvæð samskipti lækna og hjúkrunarfólks við sjúklinga geta haft jákvæð áhrif á bata sjúklingana á ánægju þeirra með meðferðina. Ég leyfi mér að fullyrða að enginn leggst inn á sjúkrahúsið án þess að það sé eitthvað sem vantar upp á. Einhver líði eitthvað á einhvern hátt illa og að finni ekki fyrir öryggi. Í lögunum réttindi sjúklinga er tíðrætt að mikilvægt fyrir sjúklinga að þeir upplifi öryggi og að þeir fái að taka þátt í sinni meðferð, séu vel upplýstir og þá koma samskiptin mjög sterkt fyrir. Og það er ákveðið starf sem heilbrigðisstarfsfólk að sjá til þess að lögunum sé fylgt eftir bestu getu. Og eins og ég sagði áðan getur haft jákvæð áhrif á batasjúklinga og haft jákvæð áhrif á upplifun þeirra af meðferð, það er að segja ef samskiptin eru góð og svo vice versa. Ef ég er að tala ógeðslega hratt þá bara, við erum búin tímyndur yfir það, ég pikkið í mig. Og eins ef þið hafið einhverjar spurningar eða eitthvað svona sem er óljóst eða eitthvað svona þá endilega heim. En þjónandi leiðsögn er hugmyndafræði sem að getur aðstoða okkur, ef við höfum leiðarljósi getur aðstoða okkur samskipti við nærstadda, samstarfsfólk, fjölskyldu, sjúklinga, alltaf fólk sem við erum að aðstoða. Og þau vilja meina það að tilgangur og markmið samskipta okkar er að með samvera verði til jákvæð upplifun sem einkennist af kærleika, hlýrri nærveru og þátttöku í samfélaginu. Þetta er svona svolítið það sem að þessi hugmyndafræði byggir á. Þessi hugmyndafræði aðeins hendist inn á hvaðan hún kemur frá Bandaríkjunum, þannig að þetta er rosalega loving and loved og allt það. Og við erum svolítið sýnum mikla ást og umhyggju. Þannig að þið fyrirgefið það ef ég er að tala voðalega mikið ást og en ég held að það verður það. Eitthvað stuðaður? Já. Það er gott að fara með ástin í helgina. Það þetta er svona bara í rauninni öll samskiptin okkar sem við ætlum að eiga í lífinu, þau byggjast á þessu. Við viljum helst ekkert vera í einhverjum neikvæðum samskiptum og það er ekki hjálpar ekki neinu. Hugmyndafræðin byggir á þessum 4 grunnstoðum á enskunni safe, loving and engaged sem á íslensku útleggst þá sem að fólk upplifi öryggi í samskiptunum við okkur. Það sé ekki í rauninni bara það að fólk sé öruggt í umhverfinu og á spítalanum að við séum alltaf bara að tryggja eitthvað líkamlegt öryggi. Aksjungulusokkar eru æðislegir og flottir og frábært en fólk er líka að upplifa öryggið í samskiptunum við okkur. Það er líka að upplifa það að við séum öryggið og upplifa kærleika frá starfsfólkinu sínu
eða starfsfólkinu, já, sínum. Við erum ríkisstarfsfólk. Að upplifi það að okkur sé ekki sama. Að upplifi það að við viljum þeim alltaf besta. Og þegar fólk upplifir það að við viljum þeim vel, að þá upplifir það ennþá meira öryggi, af því að við erum að reyna okkar besta til þess að alltaf við viljum líða vel. Og við berum hag þess fyrir brjósti. Að veita umhyggju kærleika, þetta kemur svolítið, þessi hugmyndafræði kemur svolítið úr fötlunargeiranum, þar sem búsetukjarnar, þannig að við erum svona, þetta er kannski ekki eitthvað sem við erum að leggja gríðarlega mikla áherslu á á spítalanum, en auðvitað gefum við fólk alveg tækifæri kannski til þess að, veita okkur umhyggju, hafa, eitthvað okkar velferð að hafa, veita okkur umhyggju kærleika. En þetta á kannski betur við bæði á hjúkrunarheimilum og það sem búseta, þar sem við kynnumst fólki jafnvel ennþá betur. En auðvitað erum við kannski oft að sjá sama fólkið aftur og aftur og þá gefum við ómeðvitað mögulega meira af okkur og gefum fólki meiri tækifæri til þess að veita okkur eitthvað tilbaka. Að fólk fá ekki bara að vera endalausir þiggjendur og að fá að gefa eitthvað tilbaka. Að hafa eitthvað að gefa okkur sem getur þá stundum bara verið eitthvað smá, bara að hafa það gott í dag. Það getur líka verið alveg nóg fyrir fólk að fá að segja það. Bara vonandi áttu góða helgi. Og þú færði smá ást helgina eða eitthvað svoleiðis. Að vera þátttakandi. Það er líka bara það að fólk fá að vera þátttakandi í meðferðinni, sem bara líka mikið talað í lögum réttindi sjúklinga, að fólk hefur val að þiggja meðferð, það er val að neita meðferð og það hefur eitthvað val hver meðferðin er fyrir það fólk sem að þiggja okkur meðferð. Þannig að, og varðandi þessa hugmyndafræði þá snýst þetta líka bara að fá að vera þáttttakandi, að við gerum allt þess að fólk geti verið þáttakandur í þjóðfélaginu og lífinu. Þannig að þetta er svona. Við viljum meina það til þess að við bara lifum góðu og hamingjusömu lífi og okkur líði vel, geti liðið vel, komið vel út af spítala eða hverju sem við erum, að þá þurfum við að ná þessum grunnstoðum. Þetta er bara grunnurinn af því að geta haldið svo áfram. Auðvitað getum við alltaf haldið áfram þó að vanti eitthvað, en þetta er það sem við hjálpar okkur að eiga góð samskipti og að upplifunin af verunni á sjúkrahúsinu sé góð ef við getum fylgt þessu eftir. Já. Þetta með að þáttakandi? Já. Finnst ekki alveg nákvæmlega því. Ég var að byrja að vera þessi það var alltaf undirstrikað að þú mást engagera þig. Það er alveg að vera þáttakandi með að vilja gefa sig allan í það. Ég finnst að það vera minni þarna í engage. Já. Þetta er í rauninni þáttakan, þegar var að vera að þýða þessa hugmyndafræði, engaged, þetta er í rauninni að fólkið fá að vera þáttakandi í meðferðinu, í lífinu, í rauninni það sem er talað það sem þessi hugmyndafræði byggði kringum búsetuúrræði fyrir fatlaða og fyrir fatlaða þá þetta snýst það að við erum ekki að loka þau inni, heldur erum við að leyfa þeim að vera þáttakandi í lífinu, engaged bara í umhverfinu. Þannig svona hugmyndafræðin, en þetta snýst í rauninni það að við hjálpum fólkinu að vera þáttakendur. Með því að gefa okkur öll í það. Með því að gefa okkur öll í það og það náttúrulega bara kærleikurinn, eða það að við sýnum þeim að okkur ekki sama. Að við erum í þeirra liði.
það getur líka verið mjög erfitt þegar maður með fólk sem til dæmis á geðdeildinni sem verið að sjálfræðissvipta eða nauðungarvista eða eitthvað svoleiðis. En þá það mjög mikilvægt að við séum að sýna þeim að okkur sé samt þeir besti hagur fyrir brjósti og fólki sé öruggt í okkar umhverfi. Og það hafi ekki eiginlega kannski mögulega fullan þátt í öllu sem verið að gera. En til þess að hjálpa fólki með þessar grunnstoðir, þá erum við með verkfæri og það bara eitthvað sem fylgir okkur og með okkur. Og við höfum fulla stjórn á, við eigum að hafa það. Og það náttúrulega bara við sjálf. Og þarna tekið svona það helsta út fyrir. Það eru augun að við, það talað að augun séu spegill sálarinnar og það sjáast í augunum á mér, við brosum með augunum og þetta allt svona, getum túlkað svo ótrúlega margt með augunum. Þannig að við getum æft okkur að sýna alls konar svipbrigði með augunum, en þetta eitthvað sem svona, já, mjög mikilvægt að við veltum fyrir okkur hvernig við presenterum okkur sjálf. Margir hverjir þegar þeir eru að einbeita sér og eru kannski mikið að vinna og að passa þegar þeir setja í brýnnar. Og það getur skapað í mig. Það eru margir sem og ég hef alveg fengið það bara mamma, af hverju ertu svona reið? Þegar ég eitthvað, sé ekki nógu vel, eða eitthvað svona, eitthvað að einbeita mér. Það setur maður í brýnnar, maður verður svona svolítið grimmilegur á svipinn. Og það það sem við presenterum þá áfram, ef við erum að einbeita okkur. Við þurfum að vera meðvituð það hvernig við presenterum okkur og hvernig við erum með andlitsfallið okkur. Þannig að við séum ekki að vera ógnandi eða hvernig sem það þá fólk ekki öruggt í samskiptum okkur, þeir veit ekki alveg hvernig það hefur okkur. Og þetta hendurnar okkar, við notum hendurnar mikið í vinnunni. Öll snerting, hún þarf að vera nærgætni og virðingu. Þannig að við séum ekki við erum ekki ógnandi höndunum. En við notum hendurnar til þess og þá erum við kannski mest að tala þegar við erum komið með hegðun sem krefjandi, vandamál þegar við erum komin með fólk sem með einhver vandamál. Komum með kvíða, allt svona sem getur verið vandamálahegðun, krefjandi fólk með heilabilanir, fólk með þroskahömlun, þroskaskerðingu, að þá erum við alltaf að nota hendurnar okkar og það getur skipt sköpum hvernig við notum þær og hvað við notum þær mikið. Ég svona frekar mikið, ég rosa mikið að snerta fólk, alltaf og sé bara rétt jæja, stundum bara aðeins að jafntengja. Þannig að við séum alltaf ekki, en ég ekki alltaf að káfa, vil hafa það en bara aðeins að jafntengja fólk. Sérstaklega ef óróleiki eða eitthvað svoleiðis, þá getur það verið rosalega mikilvægt. Einhverjir inni sem svona rosalega aktív börn? Enginn. Og ég bara ein. Shit. Já, ógeðslega aktívan dreng. Svo ég bara segi aðeins frá deili með og það getur bara verið ótrúlega mikið sem hægt að áorka bara með því að jafntengja aðeins bara aðeins að kýta niður. Og í skólanum, það var hann svolítið upp allt og út allt. Það var marga pósta. Og svo fór ég í viðtal og hún bara, já, þetta bara svona, hann svolítið upp og niður og eitthvað sem hún segði. Það rosa sérstakt. Það alltaf einu sinni viku að kemur kona inn til okkar í tíma, svona stuðningur, en samt bara, þetta bara svona gömul kona, amma. Þannig að, við veitum hvernig þær eru. Og
það alltaf eins og þetta strákahópur sem uppi allt, sé bara svona, hann svona sprungin blaðra þegar hún kemur inn. Það alltaf bara, og hún fór eitthvað að velta fyrir sig hvað þetta væri. Og svo fór hún að fylgjast með henni. Og þá labbaði þessi kona bara svona á milli. Og hvað séu það ekki gengur? Og það bara svona, við erum þeir bara svona eins og smjör og bara, það er rosalega fínt og allar bara halda fram að vinna. Þannig að það sýndi bara hvað þetta getur gert ótrúlega mikið. Aðeins að bara svona leggja hendi á öxl og hérna. Orðin okkar, við veljum þau bara kostgæfni. Og við tölum af virðingu, við tölum við fólk eins og það sé fullorðið og börnin eins og þau séu á þeirra leiðinu. Við erum svolítið að fylgja þeim sem við erum að tala við, tala þannig að það skiljast hvað við erum að segja og velja orðin okkar og tón raddarinnar að kosta líka. Við reynum að velja okkur líka eins og með augun að við séum að velja þetta bara svona þokkalega eins og við berum við ykkur fólki. Þykjumst allavega, við gerum það ekki. Ég reikna með allir gerir það ekki. Og svo nærveran okkar, presence, að við séum til staðar á meðan við erum að tala við fólk, við séum ekki að gera eitthvað annað. Við séum til staðar rétt á meðan. Ég veit það brjálega að gera, flestum deildum alltaf, það er allir alltaf á fullu. En, fake it till you make it. Þykist allavega að hafa tíma. Það skiptir öllu máli af upplifun fólks að það finnist allavega að hafa tíma. Og það að við séum bara pínulítið rólega þegar við komum inn á stofu til fólks og ræða við það, jafnvel setjast niður í staðinn fyrir að standa yfir því, að það getur skipt sköpum upplifun fólks á því hvernig við erum og hvað við erum að gera. Ef við erum á milljón, alltaf á fullu, alltaf hlaupandi, stöndum yfir fólki, þá fer það enga þjónustu. Það er bara rétt leit á mig og sest niður, þykist allavega að hafa allan heimsins tíma og þarft ekki einu svona verja meiri tíma inni, bara að fólk upplifi það að þú hafir það. Þá er það bara, já, rosalega góður öllur sem ég fékk. Það er bara kannski rosalega mikinn tíma. Þú getur sparað rosalega mikið á því bara allavega að koma inn rólegur, koma inn eins og það hafir allan heimsins tíma. Og það getur sparað okkur ótrúlega mikið, leiðindi og sparað okkur hellingstíma í staðinn fyrir að sé alltaf verið að kalla okkur aftur og aftur og aftur. Það var ekki að skilja það sem það varst að segja. Varðandi þetta, þá langar mig að sýna ykkur glæru. Af því að ég var að vinna og hef verið að vinna rosalega mikið í öldrun. Og hefur sérstakann áhuga á fólki með heilabilun. Ef ykkur vantar einhver konsult með heilabilun eða eitthvað svona, þá var ég hér, á geðdeildinni. Þetta er mitt sér áhugamál og finnst óbúslega gaman að reyna að finna einhver balans í því. En þetta er kökur sem sýna munin á skilningi fólks. Eftir í hvort að það er óskert eða komið með heilabilun. Og þá erum við að tala um það, þegar við erum að tala við fólk, hvernig það skilur okkur. Þegar við erum að segja við fólk, það var ógeðslega gaman í gær. Bara, ég fór á tónleika og það var svo skemmtilegt. Og þá eru þið með 7% inntakið ykkar er það sem ég er að segja. Þið eru að skoða tónraddarina minnar. Það var örugglega greinilega gaman, það var rosa, það var svona tónn í röddinnar. Og svo er það líkamstjáningin mín. Það var, ég notum svolítið mikla líkamstjáningu, en það notum við líkamstjáningu. Það var ótrúlega gaman í gær, bara geggjaðir tónleikar. En svo ætlum við að
tala við fólk með heilabilun, þá skiptir orðin rosalega litlu máli. Þau skilja í rauninni ekkert endilega inntak orðanna. Tónraddarinnar skiptir einhverju máli, en líkamstjáningin skiptir mestu máli. Þannig að hvernig við komum inn, hvernig við presenterum okkur, líkamsstaðan og allt það, hvernig við erum hollingin á okkur, það það sem skiptir máli. Að koma inn til fólks sem óöruggt búin að kannski missa einhverja ákveðna færni í að lesa í samskipti og svo að koma, þú veist, valdsmannlega inn, ógnandi inn, það getur sett allt í baklás, þó þú sért að segja, það gengur bara vel. En ef þú kemur einhvern veginn þannig að fólki, að þú ert ekki að presentera það bara að þú ert að koma inn rólegur, þú ert að koma inn fyrir það, já, það gengur bara mjög vel. Þú ert að tala rólega, þú ert að presentera rólegt og þú ert að presentera gott. Þú ert ekki að presentera ógn. Þú ert ekki með svona reiðilega rödd, maður þarf að þess að haga sér eftir því hvernig maður að tala við fólk. Eru það fylgjendur í þessu? Ef þið fundið fyrir þessu hérna, eins og með fólk með heilabilun, nú kemur það mjög vel oft inn hérna. Eru það að tengja við þetta? Það bara allir. Meika þessi? Hérna, ég ætla að segja ykkur örlitla sög, bara ef maður hefur þetta í huga. Við vorum með fólk, vorum með mann upp í Lögmannshlíð með langgengna heilabilun og hann flutti inn og það fylgdi honum rosa sögur og hann var meðal annars, margótt hýrtur á löggunni, allt svona eitthvað, svolítið mikið húlumhæ. Og það var þannig að þegar við þurftum að sinna honum eitthvað, hjálpa honum á snyrtingu, föt, allt svoleiðis, að þá landa nokkuð bara og sparkaði og gerði þeim svona leið og við fórum að gera buxusögur á. Við fórum að og þetta var orðið þannig að við vorum alltaf svona 3 til 4 sem að fórum inn. Það voru ofboðslega fáir karlmenn að vinna þarna í Lögmannshlíð á þessum tíma og alltaf, 3 til 4 og maður setti sig alltaf í gír. Þannig að maður kom alltaf bara svona inn, jæja, ok, og svo gerum við þetta bara svona, við bara, förum inn, þú heldur þarna, þú gerir þetta, og, þannig að maður mætti alltaf inn með svona fas, og vorum svona frekar fáar sem treystum okkur í þessi vinnu. Þetta gekk alltaf rosalega brussulega, marin og blá og alls konar eftir þessa vinnu, en það gerði þetta bara þurfti. Svo fengum við svona smá leiðbeiningur hvernig við gætum mögulega gert þetta einhvern veginn öðruvísi. Og þá fórum við að færa nær okkur. Við vorum að hætta mæta alltaf með eitthvað, pass, fórum að kveikja tónlist inni, ég var að hlusta á tónlist, fórum að syngja, dansa og svoleiðis. Og það endaði þannig að við vorum alltaf bara 2 sem fórum inn, önnur sem einhver dansaði og hinn gerði rest, hljóp í kring og En stundum þetta bara þannig. Læknar eru kannski ekki mikið í þessu, en hjúkrunarfólki svolítið kannski. Þetta svona kannski það sem við þurfum að hafa í huga samt. Þetta sýnir bara það að koma inn með einhver læti og vesena. Þá fær maður stundum bara læti og vesen tilbaka. Þannig maður þarf að vera svolítið meðvitaður það hvernig maður að presentera sjálfan sig. Þegar við erum að vinna með fólk þá náttúrulega bara mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því hvernig við sjálf erum, hverjir eru okkar styrkleikar, hverjir eru okkar veikleikar. Erum við með sjálfstrausti í lagi? Treystum við okkur í þetta? Gengur vel í leik og starfi, erum allt í svona þokkalegu jafnvægi heima, aldrei með fólkin jafnvægi heima, en maður reynir allavega að dansa á línunni þegar maður með börn og allt það, þá er maður alltaf að reyna einhvern veginn samt að láta það ekki bitna á vinnunni þegar allt crazy heim. Vera faglegur og bara við náum alltaf náttúrulega bara meira og meiri þroska og við
þroskuðumst svo lengi sem við lifum, sem betur fer. Vera duglega að skoða hvaða kosti sem það höfum og byggja vel upp á það. Hvað það sem við erum kannski ekki eins okkar, hvað við getum bætt. Vera duglega að skoða þetta. Hvernig starfsfólk við? Hvernig vinnufélagar við? Hvaða kosti hef ég inn í starfsmannahópinn? Hvaða veikleika hef ég svo og þarf að kannski að sækja nokkra kosti hjá einhverjum öðrum samstarfsfélag? Hvaða kosti hafa samstarfsfélag á okkar? Hvaða veikleika hafa þau? Getum við pikkað upp eitthvað fyrir þá? Getum við unnið saman í einhverju svona, af því að við erum svo ólík og það svo gott að eiga einhverja með okkur sem að geta hjálpað okkur. Og við vinnum saman. Þannig að við erum ekki unnið í teimum svona nokkurn veginn á flestum deildum. Þá erum við gott að við þekkjum vel hvort annað og vitum hvernig við getum bætt hvort annað. Já. Það er kannski eftir að koma, en hvað fær maður svörin þessu? Já, þér, sjálfur. Það er ekkert innbyggt inn í þetta kerfi, sem er sæst niður kannski til hálft ára eitthvað tíma og fannst út í gegnum það, að hafa með manni, hefur þetta eitthvað lagastjórn eða þessum eitthvað skáður á þessu og svo framvegis, eða hefur einhverjum með aftur og svona? Það sem það hefur verið innleitt í bæði á öldrunarheimilum Akureyri og ég veit að þetta verið að innleiða á HSN og út í heimi að þar þessu fylgt eftir. Og það eru upplifunartímar en í rauninni eina sem að þú, eina sem getur farið yfir þetta svolítið þú. Hvaða kostir hef ég? Og við, það verður námskeið. Það verða námskeið á sjúkrahúsinu boði fyrir alla núna, sem verða svona samskipti og fara betur yfir krefjandi hegðun og allt það og hvernig við getum mætt þeim vandamálum sem að verum, sem að verður núna bara held ég út þetta ár allavega, þannig að endilega komið á námskeiðinu. Það svona rétt kynning. En það líka bara svolítið skoðað, sjálfskoðað. Því það það sem við getum unnið með. Ég get ekki breytt neinum öðrum en sjálfum. Þannig að hvað kosti hef ég, hvað get ég bætt og skoða þetta reglulega. Það alltaf reglulega yfir bara og hvað var ég að vinna í og þetta það sem að starfsmannasamtalinu eru líka farið. Hvað þarf ég að bæta? Förum yfir það aftur eftir ár. Hvernig gengur? Fáum eitthvað sem við treystum í samvinnunni okkar og getur speglað okkur. Ég fór í viðtali í fyrradag og búin að tala og það var samstarfskona með mér og svo fórum við yfir það. Bara, hvað var ég að gera þarna? Ég hefði kannski ekki átt að gera þetta. Hvað fannst þér? Fannst þér í of dóminerandi? Var ég of ákveðin? Hefði ég ekki átt að segja þetta? Þannig við förum, ef við treystum samstarfsfólki okkar, þá förum við yfir það sem við erum að gera. Förum yfir það sem við erum að segja. Förum yfir vinnuna okkur. Við þurfum alltaf að vera að skoða okkur og hvað við erum að gera og hvað við erum að segja. Svarar þetta þér að einhverju leyti? Ég bara... Já, þetta hvernig vinnufélagi er ég. Já, hvernig vinnufélagi er ég? Ég ekki besti mann að svara því sjálfur. Nei, en hvernig vinnufélagi langar þig að vera? Getur líka farið út í það. Það vil ég vera góður vinnufélagi. Já. En þetta kannski eitthvað sem þú ferð með inn í starfsmannasamtalið þitt og ferð inn í og talar við vinnufélagana þín. Ég til dæmis ef ég tek mig aftur sem dæmi leiðilegt að taka samstarfsfélagann sem dæmi þannig ég tek bara mig en ég á það til að stökkva svona upp á nef mér ef það er eitthvað sem að mér finnst ekki rétt og það svona ríki upp sem ekki kostur að mér finnst. Daginn þá vorum við að diskutera eitthvað sjúkling og einn segir, já, ég meina hann ekkert hættulegur í umferðinu og ég var ekki sammála og ég bara, hvað meira við það? Svo bara. Og
ég veit að þetta ókostur hjá mér. Þannig að ég og ég fór svo til læknis sem sagði bara, ég biðst afsökunar á að hafa stokkið, þetta eitthvað sem ég að reyna að vinna með. Að mér finnst ekki gaman að vera þessi sem alltaf bara og ríka eitthvað upp. Og þetta eitthvað sem ég búin að ræða líka í mínu starfsmannasamtali, ekki að þetta sé, þetta ekki daglega viðburður, sko, ekki misskilja mig, þetta ekki eitthvað stór vandamál, en þetta eitthvað sem mig langar að bæta. Þannig ég búin að ræða þetta í mínu starfsmannasamtali, bara ég vill að þið minni mig á, þannig ég vill að þú tekir í mig ef ég að haga mér eins og fyrir. Og ég sagði líka að læknir, þetta eitthvað sem ég að vinna í, það má alveg bara, manstu, róa þig. Það má alveg pikka þess í mig og segja mér, þegar ég að haga mér eins og fíflega hvernig sem það En kannski þetta bara þegar maður kannski bara svolítið öruggur með sig. Ég búin að ígrunda vel hverju mínu kostur og hverju mínu gallar eru. Ég mjög meðvituð það. Þannig að þá ég ekkert eitthvað hræddur að ræða það við einhvern annan. Það snýst svolítið það. Því fylgir bara mikið ábyrgð að vinna með fólki. Þannig að það mjög mikilvægt að við séum því sína okkar starfi áhuga. Og það náttúrulega bara það sem þeir eru að gera með þessum fræðslum hérna endalaust. Og svo spítalinn alltaf að bjóða upp á alls konar námskeið og fræðslur sem bara eitthvað sem mjög mikilvægt að starfsfólki nýti sér. Taktu þátt í að gera líf sem þú þjónustar eða aðstoðar betra og innihaldsríkara. Vertu til staðar. Myndaðu traust og vináttu. Taktu ábyrgð á eigin samskiptum. Og það í rauninni það sem við eigum líka með. Við þurfum að taka ábyrgð á því sem við erum að gera. Við þurfum að taka ábyrgðina á okkur. Það enginn annar sem ber ábyrgð á því sem við erum að gera. Og svo verðum við líka bara að muna það við skiptum máli. Allt við gerum skiptir óslega miklu máli. Og kostur þessa hugmyndafræði er að það geta allir nota þetta, því verkfærin eru bara við sjálf. Það kostar ekkert að sýna umhyggju og kærleikann, veita öryggið. Og maður fær ógeðslega mikið tilbaka. Og það heldur líka eitthvað sem fólk sem að vinna í heilbrigðisgeiranum veit að maður fær ógeðslega mikið tilbaka. Því þau eru ógeðslega töff, en við fáum ótrúlega mikið tilbaka. Og ég tala nú ekki ef við eigum góð samskipti og fólk upplifir það öruggt og upplifir að séum að gera það besta fyrir það, þá fáum við helmingi meira tilbaka. Svo ég bara, að ég tala svo hratt, þá ég bara búin. En þetta rosa gott inntak líka. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Og þetta bara í rauninni í samhljómi við það sem við erum að segja og það sem kemur fram með samskiptin. Ef að samskiptin eru góða, þá eru meiri líkur á að fólk sé ánægt með þjónustu og batinn sé góður. Einhverjar spurningar? Það svo margar Hvernig kemur útistjórnandi leiðsögn í nauðungarstöðum? Svo það bara að leta. Við erum, þú getur alveg komið við og komið fram við fólk af virðingu á þessu nauðungarvista. Og þú reynir að nota og það sem í rauninni að ég tel að sé mjög mikilvægt, sérstaklega þegar við erum að nauðungarvista fólk, það er það að við komum að við og við reynum að veita eins mikið öryggi og hægt í þeim aðstæðum sem við erum. Við erum náttúrulega að taka fólk nauðugt og það getur verið mjög erfitt, en það getur líka verið bara mjög gott og mikilvægt að þú komir inn í því fasi sem að veitir viðkomandi öryggi, að þú komir fram við hann þannig að hún líði allavega vel og finnist þú verið að gera það sem mögulega er best fyrir hann. Og það presenturum við bara með líkamstjáningun okkar og mér finnst allavega það sem að ég hef séð, ég er ekkert búin að vinna ógeðslega lengi á geðdeildinni, en það sem ég hef séð, það er að gömlu konurnar, að þær hafa oft bestu áhrifin á nauðungarvista
til dæmis. Af því það bara eitthvað svona við þær. Það er eitthvað svona auðmýkt, þær eru ekki að reyna að gera, þær eru bara að vera. Þær eru bara að vera með fólkinu, þær eru að veita því gríðarlegt öryggi. Það kannski voru búin að tileinka sér þjóðvendilösu áður. Algjörlega. Þessi hugmyndafræði er fundin upp kringum ömmur. Það var verið að velta fyrir sér hvað væri svona sem gæti mögulega orðið til þess að fólki liði betur og þá voru að horft á ömmur. Og hvað er það sem þær hafa? Þú ert alltaf öruggur hjá það. Þú var skilyrðislaus ástöðumhyggja, eða alveg saman hvað að gera, Þú var alltaf bara ástöðumhyggja. Og þú færð að gera allan andskotann, þú færð að gefa tilbaka, þú færð að greiða og mála og gera ýmislegt, handa nudd og teikna á bak og eitthvað svona og svo færð að vera þátttakandi, þú færð að taka þátt í heimilislífinu, þú færð að gera allt. Þannig að... Er spurningar? Já. Kannski eitt, það í samtöðu svona objektívitetið að nú það þannig að sumum manneskjum eflaust gefið þetta meira en öðrum að geta gert svona og ég bara man eftir þegar ég var að vinna út í Svíþjóð og þetta var í hjúkrunarfræðing og það sem að hafði nú fengið þetta rauninni bara í vöggugjöf en við vorum með einn mjög erfiðan sjúkling og fjölskyldu hans og hún var komin svo, hún var í fjölskylduvinur þannig að þegar að koma erfiðum tímum í lokin þá var erfitt fyrir hann að halda þessa faglega hluta með því að það er þetta objektivitet sem að það er einhver hætta í þessu, er það ekki? Ég hef ekki séð hana, en auðvitað snýst þetta það að við höldum okkar faglega, en við viljum ekki halda faglegri fjarlægð, við viljum halda faglegri nálægð, þannig að fólk treysti okkur og sé, þannig að við lendum síður í einhverjum konfliktum. En auðvitað þurfum við alltaf að vera og það finnum við svolítið kannski líka í þessum nauðungarvistunum og svoleiðis. Þetta er svolítið, þú ert alltaf að reyna að gera þitt besta til þess að fólki líði eins og við sért en þú ert kannski að vinna alveg rosalega mikið á móti þeirra hugmyndum og þeirra, en kannski getur maður lent í vandræðum, en ég hef ekki séð það. Ekki svona allavega hjá okkur, en við erum ekkert, ég er ekkert að fara alveg inn til fólks. Ég er meira að vera þegar ég er til staðar að þá er ég góð, en ég er ekki alveg að gleypa fólk. En þetta kannski svaraði einhver, en... Það var bara svona anekdót. Já. Fleiri spurningar? Ég ekki það bara. Já.